Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Klukkan er 10:10 mánudagskvöldi 14. júlí og við ætlum að fara hérna þess yfir í taekwondo og fleiri íþróttir því að á línunni komin þjálfari taekwondo-deildar Keflavíkur og þjálfari víðar þarna á Suðurnesjunum. Það er Helgi Rafn Guðmundsson. Komdu bless á sæll ekki? Blessaði gestur, hvað séu gott? Ég segi bara allt ágætt. Ég var að horfa hérna á virkilega skemmtilegt myndband sem þið Keflvíkingar voru að gera með kekskökum. Já. Ok, sástu það? Hvernig var það? Já. Þið voru, þarna brjótandi kekskökur í loftinu og ég veit ekki hvað og hvað. Já. Er þetta bara svona daglegur amstur hjá okkur að leika ykkur á þessu? Já, eiginlega. Það er eiginlega í mörgu snúast hjá okkur. Okkur leiðist ekkert í vinnunni, sko. Nei. Já. En hvernig er hérna annars svona mest að frétta hjá okkur núna hérna á Suðurnesjunum? Við erum bara í ótrúlega mörgu skemmtilegum verkefnum núna þessa dagana og það sem búið að vera hægt í gangi hjá okkur í sumar er svona verkefni á vegum bæjarfélagana hérna á Suðurnesjunum. Það sem ef maður hugsa svona krakkana sem eru í 8. og 10. bekk sem eru venjulega í þessi vinnuskóla eða úlingavinnu eða hvað maður kallar þetta yfir sumarið, að þeir hafa nokkrir tækifæri á því að stunda íþróttunum sína og hjálpa til við útbreiðslu íþróttunum sína. Þú veist, þá erum við að tala um einhverja krakka sem eru einstaklega góðir í sínu sporti á þessum aldri og þá er ég með alveg nokkra taekwondo-krakka hérna hjá mér og við erum búin að vera að fara og við erum búin að vera með 2 sumarnámskeið, taekwondo-námskeið og þau fá styrk frá bænum til þess að hjálpa til við það. Þú veist, þau fá raun og greitt þess að þau væri bara í venjulegri bæjarvinninni af því þau eru að vinna útbreiðslu íþróttunum. Og svo erum við alveg sérstakar og aukaæfingar fyrir það, ég kalla þetta kampaæfingar og erum að gera fullt af svona dóti, þannig að þessi myndbönd sem þú ert búin að vera að fylgja sjá þarna, til dæmis þetta myndbönd sem við gerum þarna þetta er svona innslag í svona myndbandaleik og þetta er raun og veru þetta líka rosalega góð svona kynning fyrir íþróttina og fyrir bæjarfélagið. Þú horfir á myndbandi, við erum hlaupandi allan daginn og þetta tók nú allan daginn að skjóta þetta vídeo og þá er þetta í raun og veru líka bara eins og fjáröflun fyrir félagið. Já. Og kynning fyrir íþróttina. Við erum búin að fá nokkur 1000 likes á áhorf á þessu myndbönd sem við erum búin að vera að setja mjög duglega að setja inn á YouTube og inn á Facebook og vefinn og að nota samskiptamiðlana til þess að kynna íþróttina okkar og kynna málstæðin okkar. Og þetta var bara eitt af þeim verkefni sem við komst á nokkru svona, við tókum þátt í 2 myndband svona leikjum, eitt frá Sony og eitt frá Ballerina og gerðum bara taekwondo myndband sem að tengdist þeirra vöru eða þetta var bara leikur með velun og annar leikurinn verður búinn á morgun og hinn leikurinn verður búinn á föstudaginn og eins og staðan er núna þá erum við með alveg töluvert mikið forskot yfir hinn atriðin sem eru tekin upp, sem er mjög skemmtilegt ef okkur tekst að vinna þessa 2 leiki. Þetta eru líka mjög góð svona viðurkenning fyrir íþróttina þar sem að þetta er raun og veru náttúrulega stærsti fjölmiðill í heimi er Facebook og aðalega er þetta að fara fram á Facebook, kostingi fyrir fram á Facebook og áhrifin á myndböndurinn að fara í gegnum Facebook og það er alveg rosalega mikilvægt og gott fyrir okkur sem íþróttafélag og sem íþrótt sem er að reyna að koma sér svona alveg á korti að nýta þetta. En þið eru ekkit, það eru fullt af krökkum sem geta bara æft sína íþrótt í sumar í raun og fengi borgað fyrir það bara? Já, svona ekki endilega það að æfa íþróttina, þó svo eins og ég segi, við erum að æfa yfirleitt eina æfingu á dag sem er þessi auka kampaæfing og hitt eru einhver atriði sem eru útbreiðslu íþróttinnar eða viðhalda á húsnæði og þau eru kannski að þrífa húsið eða mála það og halda því við og að þetta er í raun og veru, ef þú hugsaðir að vinna í skóla sem slíka, þá er það að vera hugsa að maður er að kenna krökkunum einhver handtök eða hjálpa þeim að læra einhverja færni sem að nýtast einhver staðar annars staðar og ég get ekki séð það að eitt annað heldur en allt sem við erum búin að vera að kenna þeim þarna í sumar því eitthvað sem að þau getur nýtt sér annars staðar. Þetta er nú alveg ótrúlega mikið af fyrirlestrum og upplýsingum sem við erum búin að vera að fá. Við erum búin að vera með því 2 námskeið, við erum búin að fara í kynningar í Sandgerði, við erum búin að fara kynningar í Reykjanesbæ, við vorum að kynna í íþróttaskólum í bæjarfélögunum og
við erum búin að vera að taka, gera vídeogreiningar, við erum búin að vera að horfa á alveg marga heimsklassa keppendur í keppnisbardögu og svo verður að greina það hvernig þeir eru að hreyfa sig og hvað þeir eru að gera öðruvísi og allt þetta skráð, við skráum allt hjá okkur og höfum þetta í svona dýnamísku, lifandi og svona umhverfi þar sem við erum að spjalla allt sem er að gerast. Við horfum kannski á einn bardaga í nokkra mínútur og svo stoppa ég og tölum það sem er búið að vera að gerast. Og allir skrá niður, allir skrifa niður og svo þegar við erum búin að þessu þá fyrir við og æfum okkur í þessu. Við förum og fylgtum með þessa tækni sem við erum búin að fylgjast með og þetta verður allt svo lifandi og þetta verður líka svo mikið svona eignartilfinning hjá þeim af því þeir eru að læra einhverja færni sem þeir geta nýtt sér bara, með því að spurra réttu spurningana og með því að vita í hvað átt eru að horfa. Og það er stórt, að mínum að þetta er stórt hlutverk skólaþjálfara er ekki endilega að segja að fólki alltaf svarið öllu heldur benda í áttin að því eða kenna fólkinu að leita réttar áttin, Og við erum búin að vera því, við erum búin að horfa á þessa bardaga með heimsklassa íþróttamönnum og við erum búin að fara yfir þeirra eigin bardaga. Þannig að allir völdu sér einn bardaga með þeim sjálfum, sem þeir unnu og einn sem þeir töpuðu og svo þetta fór bara í gegnum okkar greiningaferli og allur hópurinn tók þátt í þessu að fylgjast með bardagum þeirra og greina, hvað maður geta gert betur hér eða hér, af hverju vannstu, af hverju tapaðir, og maður er að kenna þeim hvað spurningar þeir verið að spurja. Hvernig hinn að berjast og hvernig hinn að hreyfa sig og hvað getur maður gert hér og þar og svoleiðis. Maður er að finna einhverja úrlausnir á þeim vandamálum sem getur verið að koma upp. Og þetta er líka ótrúlega, þetta er upplýsandi fyrir líka mig sem þjálfara að sjá hversu mikið kunnaði og hversu mikið situr eftir í höfðun á þeim og þau eru líka ofta svo hluti sem ég er ekki að taka eftir, sem er alveg frábært og maður er mjög stoltur að það gerist. Og svo þau eru búin að þessu, við erum búin að vera að fylgjast með bardögum með þeim, þá með keppni með þeim, þá fór ég og ég fyrirlestur með þeim og hvernig það var búið til æfingaráætlun, hvernig það var búið til æfingaprógram og allir voru með bók og blað og við gerðum sitt eigið æfingaprógram og ég kenndi þeim að búið til æfingaprógram og þau sem smíðuðu prógrami eftir kúnstæðnar reglum og ég nú meira sem skrifa greinar það á netinu hvernig maður á að gera það og svo það sem við gerðum er að nú erum við búin að vera í sumar bæði á þessum æfingum sem eru á þeirra vinnutíma og líka æfingunum á kvöldin sem þau eru að mæta líka. Þá eru búin að vera að hrinda þeirra prógram í framkvæmd. Þannig að þeir fá að fylgja sínu eigin æfingaprógram og þau eru að reyna að bæta sig í einhverju ákveðni færni og þau eru að reyna að bæta sig í einhverjum ákveðnum atriðum en samt ekki missa tengslin við það sem þau eru góðið nú þegar. Þannig að maður er að finna akkurat rétta jafnvægi því og það sem þau eru að gera svo er að þau eru að skrá niður hjá sér. Í hvert einasta skipti sem að þessi færni sem þau vilja ná er að heppnast, þá skráðu það niður hjá sér og skráðu það á töflu sem er í salnum og í bókina sína. Og svo nú eru bara 2 vikur eftir, eða 2,5 vikur eftir eitthvað. Þá sjáum við í lok sumarsins hversu mikið við hafa bætt í þessari færni sem að þau vildu og raun og veru búin að gangi í getum prógram sem þau lærðu sjálfa búa til og gerðu allt frá A til Ö. Og það eina sem ég var að gera var að veita þeim þekkinguna eða gefa þeim fræðsluna á hvernig á að gera þetta. Svo var öll vinnan lág öll í höndunum á þeim. Og þetta búið rosalega skemmtilegt ævintýri og gaman að fylgjast með þessu að vera svona aðeins á bak við tjöldin og horfa á hvernig þau eru að snúa sér í þessu og hjálpa þeim með það sem að þegar eitthvað kemur og eitthvað blæs á móti og maður reynir að finna leiðir til að læra það hjá þeim og svo framvegis. Þannig að þetta er einn partur sem við erum búin að gera. Við erum búin að gera ótrúlega marga aðra hluti sem eru mjög skemmtilega. Við erum búin að fara við fórum í maturubúð. Þetta var alveg mjög gott svona verkefni sem við gerðum. Við fórum í einn daginn, þetta var bara vinnbæðinu. Við fórum í maturubúð, við löpum alla gangana í búðinni og við töluðum matinn sem var í boði í maturubúðinni. Og þau voru við fórum yfir brauðurekkana og við kenndi þeim að lesa á innihaldslýsingarnar og náttúrulega allir með bókina og allir voru að skrá hjá sér og skrifa niður upplýsingarnar sem við voru að læra og svo gengum við bara alla búðina þvers og krus og skoðum rekka fyrir rekka og ræddum hluti og ég svaraði þessum spurningum sem þau höfðu og mitt og þetta og ræddum svona markaðsálfræðina og markaðsöflin hvernig þau hafa áhrif að þessu var að kaupa og svo framvegis. Og svo
endaði ég þennan dag og þetta var 10 mínútna verkefni í lokin þar sem þau höfðu 10 mínútur til þess að versla sig inn fyrir 1000 krónur og allir setti eitthvað í körruna sína það mátti ekki kosta meira 1000 krónur þannig að þau þurftu að reikna það líka þetta þurfti að vera líka hagkvæmt komum svo saman öll í lokferðina og allir sýndu manni hvað þau hefur keypt og svo skoðuðu það aftur við endurskoðum og var eitthvað ég talaði við þeim og kannski við hefum ekki þetta frekar að lusta þetta og fundum eitthvað aftur og svo náttúrulega bara versluðu það og borðuðu matið sem voru að versla henni sjálf. Mataræði, það skiptir virkilega miklu máli bara í daglegu lífi fólks eða svona upp á að hafa orku yfir daginn. Já, það er ekki það er rosa margir sem eru oft þreyttir og svona eftir langa vinnudag og fleira en það er oft bara út af mataræði það ekki? Jú, það er ekki nokkuð spurning sko. það hefur rosalega mikil á og því nú erum að tala að ég sagði þetta er náttúrulega vegum einhversu vinnuskóla þetta er eitt bara mikilvægt atriði sem ég finnst er hægt að kenna ungu fólki bara, hvað er það að horfa í búðina af hverju velur það sem þú velur af hverju velur ekki eitthvað annað þó þú vitir að þessi hotlara og hvað getur maður gert og reyna að finna og einhverja úrlausnir ekki bara benda alltaf á vandamáli við sigurinn og vandamáli við þetta heldur maður að reyna að finna kannski, rót vandans eða reyna að rót valsins, þessi tálsýn það að maður hafi val yfir, en svo kemur alltaf og maður sagði ég hafi val en það valdi ég alltaf rétt þetta er svona skringileg svona sálfræði en þetta er eitthvað sem mér finnst alveg bara fárlega mikilvægt og ég myndi vilja kenna öllum þetta saman getur í íþróttafólki eða ekki þetta er náttúrulega gífurlega mikilvægt fyrir íþróttafólk og hvað þá íþróttafólk sem er að keppa í íþrótt eins og taekwondo sem er þyngdarflokka íþrótt þá er náttúrulega ennþá mikilvægt að hafa einhverja þekkingu á mataræði og næringu almennt, það er alveg gífurlega mikilvægt. En svo eru oft í kringum þetta allt saman að þá eru, það er aðalspurningin það ekki fyrir íþróttamannin, það er að æfa rétt og til þess að koma í veg fyrir íþróttameðslin. Jú, það er alveg hárrétt. Þetta er gott og þetta er góð spurning og það er maður þarf náttúrulega að fara aðeins nokkur skref svona aftar þegar maður þarf að byrja á að finna út hver eru markmiðin fyrir viðkomandi íþróttamann eða viðkomandi hóp og ef þú ert með einhvern íþróttamann sem er með háleit markmið þá náttúrulega er það sjálfkrafa einhver íþróttamaður sem setur sig í meiri hættu á því að meiðast út af því að það eru náttúrulega tvær ástæður ein ástæðan eru álag út af því að viðkomandi aðili sem stefnir með hátt þarf að leggja meira á sig heldur en það er og í öllum þáttum bara í öllum þáttum í lífinu og líka sem tengist íþróttinni æfa meira, keppa meira hugsa ennþá meira mataræðin og margt fleira og gera hlutir sem aðrir eru ekki að gera eða flestur eru ekki að gera og svo er hitt atriði líka sem að ótrúlega margir gleyma mér finnst þessi umræða oft snúast það ef einhver einn er að æfa mikið þá þar alveg endi æfir hann of mikið og hann meiðir sig en fólk fattar ekki kannski að það er einhver svona ákveðin prósenta sem að miða við klukkutíma svo æfir sem að er mikið meiri líkur og þú munir meiðast þannig að segjum að þú setur með einhverju íþrótt sem með 3% meiðslahættu á einhverju 100 klukkutíma þannig að þú æfir í 100 klukkutíma þá myndu fá meiðst 3 sinnum sem dæmi bara, nú er ég bara að tala bara almennt þannig að ef einhverja æðilega æfir 100 klukkutíma á einu ári en síðan er kannski einhver annar aðeins sem æfir 100 klukkutíma á 4 mánuðum og fólk fattar ekki, þessi sem æfir 100 klukkutíma á 4 mánuðum er mun líklegri til þess að meiða sig út af því að hann er að stunda meira álag en það er ekkert endilega bara það heldur líka út af því að hann er að æfa hann setur sig í þessar aðstæður þar sem áhættan á íþróttameðslunum eða hnjaskinu eða því að stíga bolta og renna og misstíga sig allt þetta hann er að setja sig í þessar aðstæður þar sem eru meiri líkur hann muni með sig oftar heldur en einhver annar fattar þú hvað ég meina? Já, það eru sumir sem eru snillingar í því samt alltaf að slasa sig í íþróttum Já, það er alveg heill kapitel út af fyrir sig en getur verið spilað inn í að þeir sem eru meiða sig svona til fullorðinsára að þeir hafi kannski svona gleymt tægjaæfingunum þegar voru unglingar Það getur verið í einhverjum ákveðnum aðstæðum það er samt mjög erfitt að reyna fullir að finna einhverja fulltinningu en ég meina
þú veist, í einhverjum ákveðnum hreyfingum þá gott að hafa liðleika og í einhverjum öðrum hreyfingum þá skiptir engum máli. Þannig að maður þarf svolítið líka svona að greina þarfir hverra íþrótta fyrir sig, sko. Maður er oft heyrt að það sé með sig kannski að þeir eru of aumir eða þeir eru of styrðir eða þeir eru of þetta eða hitt, sko. Og en maður þarf kannski líka að setja það bara í samhengi við hvað þetta gera. Að fimleikamaður þarf ekki að hafa eins styrk og liðleika eins og kraftlyftingamaður og þannig að það kannski ekki, maður myndi ekki segja að það ekki endilega líklegt að kraftlyftingamaður myndi með þetta að því að hann væri styrður. Hugsanlega, nú ég bara að tala bara svona mjög vítt samhengi, sko, maður þurfti náttúrulega líka á persónuna sem slíka, sko. En það er alveg þetta er alveg áhugaverð pæling og ég myndi segja kannski meiri atriði svona heilt yfir svona íþróttaflóruna meira kannski að mínum hætti væri styrktar og jafnvægisþjálfun frekar heldur en kannski endilega tegja þetta nema í einhverjum sérhæðum hreyfingum, einhverjum ákveðnum hreyfingum sem skiptir mjög miklu máli og það eru til dæmis sum köst eins og þú ert að kasta hafnabolta til dæmis eða spjóti eða þú ert að vinna eða þú ert í grindalaupi eða náttúrulega í taekwondo þar sem maður þarf að sparka átt bimleikum eða eitthvað þýumlíkt, sko, þar sem að liðleikin mjög sérhæður og skortur og þeim liðleika að mínum að ég myndi telja líklegri til þess að valda meiðslum heldur en ef hann til staðar. Þessuna var svona erfitt fyrir mig að fara yfir grindalaupi daginn. Já, það gæti verið. Það er náttúrulega gífurlegt líkanlegt álag á náraðsvæði og fleira, sko. Utan tæknin og allt það. En þú ert búinn að vera með styrktar- og hraðanámskeið fyrir íþróttamenn í sumar? Jú, það er gott þú minnist að það er búið að ganga alveg vonum framar. Við erum búin að vera að testa lið og prófin sem að koma. Við gerðum þannig að þetta var 6 vikna námskeið og ég lagði mjög mikla vinnu í þetta námskeið. Þú heyrir eitthvað stundum þegar þú talaði með ég reyni að hafa allt frekar skipulagt og ég reyni að hafa þetta allt svona eftir svona kúlstara reglum eða eftir því sem ég best veit og þetta fylgdi mér og mér upplýsingur Ég þakka stundum fyrir að þú búir ekki hérna á Selfossi því þú verður nú heldur betur búin að aga mig til. Já, ég held að já, og það sem ég gerði, ég bjóð til að mínum að mjög flott svona prógram sem að blandaði saman styrktarþjálfun og hraðaþjálfun og í raun og veru ég eftir svona ákveðum svona kenningum, sko, þegar hvernig á að gera það en maður smækkaði bara í minna módel því að þessi námskeið var bara 6 vikur og maður kynnti þetta svolítið svona off-season námskeið fyrir einmitt fólk sem kannski mest í keppnistímabili á veturnar og vill komast í einhverja þjálfun kannski það er náttúrulega hægt að fara til einkaþjálfara en mér finnst oft vanta þennan hluta að íþróttafélögin séu að skaffa einhvern færan einstakling sem hefur góða þekking á styrktarþjálfun af því það er oft maður er mjög oft heyrt þetta og þegar ég hafi svona beina þekkingu við að svona heildir maður oft heyrt þetta að íþróttamenn séu þess bara að redda þessi sjálf og ég er alltaf ekki sammála við því, sko, ef maður er hluti af íþróttafélagi þá ert þú ábyrgur fyrir allir þeirri þekkingu sem þessi íþróttamaður þekkingu færni sem þessi íþróttamaður þarf að hafa í tengslu við íþróttina sinna og ferilinn að mínum mati. Þannig að ég gerði þetta námskeið og þetta voru 6 vikur og ég skipti upp í svona 3 fasa og það voru styrktarfasin og svo hraðafasin og svo tengdurfasin sem var styrkur og hraði í blönduðum æfingum og allir koma með byrjun og ég tók 3 mismunandi svona hlaupa snertipróf, ég tók 2 stökkpróf og 2 styrktarpróf fyrir eftirlíkama og svo var ég einhverja að finna íþróttamenn á þessu námskeið, það gekk mjög vel og tölurnar sem vorum að fá voru mjög góð. Ég var bara virkilega ánægður með tölurnar sem voru að koma úr þessum prófum og já, ég er að gera skýrslu þetta sem að þú mútt fá Afrika þegar hann er búinn. Ég ætla að þeir eru nokkur að klára að taka prófin og þeir eru búin að taka prófin þá mun ég senda skýrsluna út og þú getur það eru einhverjir hlustundir sem á að skoða hvernig þetta virkar því að prógramum mín og allt þetta verður allt inni það verður allt sýnilegt, sko, það verður ekkert ég er ekkert svona maður sem haldi ykkur leyndamál, sko, þetta er bara ef fólk vil læra af þessu þá kannski gera það og vonandi kom einhver hjá mér aftur á næsta ári allan þeir voru mjög ánægðir með árangurinn sem voru að fá 6 vikur sem annars getur farið að sitja í sófanum. En svo er það það situr nú alltaf jafn mikið í mér þegar maður æfði körfubolta mest að
Svo sé ég ykkur hérna þið sem eru að æfa taekwondo að þið trúðið bara og ég gat aldrei trúðið. En ekki bara fínt fyrir menn sem eru að, þegar maður er úlingur og maður er að æfa ákveðnar íþróttir, ekki fínt að taka einu svona hliðaríþrótt sem auka sem myndu styrkja mann eins og taekwondo virðist geta aðstofa fólk bæði með liðleika og snerpu og stökkkraft? Jú, ég er ekkert frá því, sko. Það er og enn og aftur þá er maður gefur alltaf svona pólitískt svar, sko, að það er náttúrulega háð hverjum og einum þjálfara og líka kannski háð líka bara tímabili hjá hverjum og einum þjálfara. Þú myndir kannski lenda hjá einhverju þjálfara sem gera og þú myndir lenda hjá einhverju þjálfara sem gera það ekki, sko. Þú myndir lenda hjá einhverju þjálfara sem lendir tegja í hálftíma og þú myndir lenda hjá einhverju þjálfara sem lendir ekki tegi neitt, sko. Eða í eina mínútu eða hvað það nú er, sko. Þannig að en ekki spurning, allavega það sem við höfum að gera hefur verið náttúrulega byggt út frá svona hugmyndafræðum að byggja upp bæði svona heildran, sterkan, snöggan, libran íþróttamann og náttúrulega líka sem að skiptir ennþá meira máli að byggja upp eitthvað svona einstakling sem aðeins hæfari til að takast á í líf og svona bara einhvern sem að kann að berjast mótlæti og hefur þess að þrautseigju sem þarf og en ég held að það sá þetta nú, þetta styrtar Hranáski sem ég var með, voru mjög margir aðeim sem voru þar úr taekwondo sem ég verið að þjálfa, en það voru líka nokkur krakkar sem ég ekki verið að þjálfa, einhverjir rúlingar öðrum sportum og þeir sáu strax svona, þetta andrúmslofti var öðruvísi hjá fólkinu sem hefur verið að þjálfa og það sem ég hef ekki verið að þjálfa, maður biður að gera eitthvað fyrir farnir að stað og mjög fljótar kannski ná einhverjum ákveðnum æfingum heldur og þá verður alls ekki að segja einhver annar fyrir lengi að heldur bara og kannski færnir líka til staðar svona allskyns hraði og þetta snerpa sem að þess að ég byggja svolítið mikið upp á. Ég held að það ekki nokkuð spurning að það hjálpa þeim að vera að æfa í gegnum tíðina þegar við vorum að koma hana. Helgi Hrafn, þeir sem vilja kynna sér svona, þetta sem þú ert búinn að vera að vinna í sumar, hvernig geta þið nálgast þetta? Ég myndi bara fara með keflavík.is /taekwondo og fylgjast með okkur inn á bardalistar á Suðurnesjum á Facebook eða taekwondo-deild Keflavíkur á Facebook eða bara mér á Facebook, ég heiti Helgi Guðmundsson og ég skal bara segja já ef það er ekkert að followa mig eða eitthvað, ég er mjög duglegur að setja þetta inn YouTube síðu líka sem er með einhverjum, ég held að segja yfir 1000 myndböndum og ég er mjög duglegur að setja það inn og þetta er líka, mikið af þessu er líka kannski ágætis fróðleikur held ég fyrir bæði íþróttamenn og líka þjálfara kannski upprennandi og ég er alltaf að bæta við safnið, sko. Mikið sem er í gangi hérna hjá mér og mér finnst við ætlum alltaf færast nær því að búa til einu svona fullkoma íþróttamann, sko. Inn í svega, það verður aldrei gert en Helgi Hrafn, takk kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hvetjum alla til þess að kynna þetta inn á keflavík.is /taekwondo og svo er það bara þú sjálfur í mitt Helgi Hrafn Guðmundsson á Facebook. Já. Svona rétt í lokin, hvað er svona stærstu verkefnin í haust í taekwondo-inu hjá okkur? Við erum með, það eru nokkur, við erum með afreksíþróttalínu í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Það er eitthvað sem er alveg rosalega flott verkefni og ég legg rosa mikið í að finna allt þetta auka sem að getur gefið fólkinu minni auka, sko, og þarna er fólk að æfa í skólanum og fær einingar fyrir og ekki bara að æfa heldur að fá styrktarþjálfara og fá fyrirlestra og verkefni frá fyrirlestra frá mörgum af bestu fyrirlestrum á landinu í sinni grein, hvort að það sé íþróttasálfræði, næringarfræði, við erum að gera matadagbækur, við erum að kenna þeim að búa til læfingaprógram og við erum að gera markmiðaverkefni og margt fleira. Og ég legg til þess að allir kynni sér það að þetta ef einhver langar til að ná árangri sinni í íþrótt, þetta er til í fótbolta og körfubolta á ýmsum stöðum á landinu, en þetta er eini staður á landinu sem býður upp á bardagist, þetta er með taekwondo, judo og box og ég held að við séum þetta sé komið í svona klassa sem að myndi sóma sér hvað sem er í heiminum og svo erum við með Kristmundur Gíslason sem er núna taekwondo karl Keflavíkur og alveg þrjusu taekwondo keppandi að keppa á Evrópumóti undir 21 í september í Austurríki og hann er í góðum undirbúningi núna að undirbúið sig fyrir þetta mót. Já, okkur. Hann fer þar ásamt einu keppanda fór Selfossi einmitt Ingibjörg Erlu Gretarsdóttir.
þau fara hana bæði tveir keppinir fyrir Ísland sem að fara 1 karl og 1 kona. Helgi Rafn, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið vel. Já, takk fyrir og þínum keppendum. Já, það ekki langt góður, við ætlum að halda áfram. Núna förum við yfir í hestamennskunni, en fyrst það náttúrulega stórskemmslega Keflavíkur nætur. Það Haraldur Þórarinsson sem ætlar á línunni hérna eftir smá stund. Formaður landssambanda hestamanna. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.